Sæl, ég heiti Hildur Knútsdóttir og nú komin út þessi bók sem heitir Skógurinn og þetta síðasta bókin í þríleik sem ég búin að vera að vinna að í nokkur ár. Fyrsta bókin heitir Ljónið og önnur bókin heitir Nornin og nú Skógurinn kominn og þetta svolítið óvanalegur þríleikur af því að á milli allra bókana tekið svolítið stórt stökk. En í grunninn erum við að fylgja þremur kynslóðum kvenna og svona örlög þeirra eru samtvinnuð gömlu húsi í Reykjavík og skáp þar og við fylgjum eiginlega Kríu í þessari bók og í gegnum skápinn og hér hún komin yfir í annan heim, handan skápsins og fær að vita hvað leynist þar og hún ætlar að reyna að fá svör við ýmsum spurningum. Ég ætla að lesa aðeins fyrir ykkur úr upphafi bókarinnar. Fyrsti kafli. Hún heyrði garg í máfum. Kría óskaði þess að hún geti séð máfana í síðasta sinn, en hún vissi að það var seinan og hún gat lifað með því. Kría gekk að opnum bogadregnum dyrunum sem lágu inn í skápinn sem var ekki skápur. Skógurinn handan dyranna var þéttur, trén voru há og birtan í loftinu rauðgylt og mjúk. Gjör ólík óvæginni sumarsólinni sem baðaði Reykjavík hvítum sterkum geislum. Hún dró andan djúpt, fyllti lungun af svölugu Reykjavíkurloftinu. Það lyktaði af fúnum við, þara og seltu. Kría leit á Ölmu, dótturdóttur sína, sem stóð steinrunnin í rústum þakherbergisins og starði á hana. Kría fann þögla örvæntinguna stafa frá henni eins og öskur á tíðni sem rétt utan við það sem eyrun geta numið. Kría brosti til hennar. Brosi sem hún vonaði að væri upphörfandi. Ekki vera leið, Alma. Ekkert af þessu þér að kenna. Og mundu að ég elska þig. Hún leit á Davíð sem stóð við hliðinar. Hann var breyttur en hún hafði þekkt hann strax. Hún hafði aldrei getað gleymt þessum augum, þessu nefi, þessum vörum, sama hvað hún reyndi. Kría hafði alltaf vitað innst inni að svona færi þetta. Hún hefði líklega aldrei viðurkennt það fyrir neinum að hún tryði á örlög, en þetta hafði líklega verið óumflýjanlegt. Hún treysti sér ekki til þess að líta á Ölmu í síðasta sinn. Það yrði of sárt. Því dró hún bara djúpt andan, tók skrefið yfir þröskuldinn og heyrði hurðina skellast að baki sér. Hún hafði augun á skóginum fyrir framan sig. Hún hélt að hún myndi stíga beint inn í hann, en þegar hurðin skelltist, snérist heimurinn á hvolf og hún með honum. Kría þeyttist miðjuna í sjálfri sér. Í andartak var eins og hún svifi í þyngdarleysi. Síðan togaði eitthvað í hana. Hún fann fyrir þyngdinni í eigin líkama og augnabliki síðar steig hún niður. Fóturinn sökk í mjúkan jarðveg og Kría heyrði hvernig það skrjáfaði í laufum undir þunnum skósólunum. Hún var komin í gegn. Kría sleppti andanum og þegar hún dró hann að sér aftur fann hún sæta lykt af gróðri. Loftið var hlýtt og þurrt. Hún var umkringt háum trjám. Hurðin að bakinnar var horfin og allt í kringum Kríu voru þykkir svarbrúnir stofnar. Fyrir ofan þá teygðu dökkgrænar trjákrónur sig upp í áttina að appelsínugulum himni. Davíð stóð við hliðinnar. Hönd hennar hvíldi enn í hans. Kría hafði aldrei viljað sjá hann aftur. Hún hefði óskað þess heitt á hverjum einasta degi frá því hún var 17 ára gömul. En á nóttunni sveik hugurinn hana. Davíð kom til hennar í draumum. Andlit hans ásótti hana í svefni svo hún vaknaði með óræðan söknuð í öllum líkamanum. Og nú stóð hann þarna, aftur við hliðinnar eftir öll þessi ár og hún gat ekki slitið á hann augun. Þau drukku í sig ásjónu hans eins og rætur drekki sig vatn eftir langþráða rigningu. Hann hafði ekkert breyst. En samt var hann annar. Hárið var síðara, yfirbragðið annað, fingirðara kvenlegra. En undir því sá hún hann, drenginn sem hún hafði elskað fyrir öllum þessum árum. Drenginn sem hún hafði trúað fyrir innstu leyndamálum sínum. Hún hafði lagt lífið í hendurnar á honum og hann hafði svikið hana. Davíð leit á hana. Augun urðu dekkri, sjáöldrun þöndust út og dýfkuðu þar til Kríu fannst eins og þau soguðu hana til sín og ef hún gætti sín ekki, gæti hún hrapað. Hann var með 2 andlit, hún gat séð þau bæði, annað yfir hinu. Síðan runnuðu saman fyrir augunum á henni. Hann varð eins og hann myndan. Kría kippti til sín hendinni eins og hún hefði brennt sig. Það leið svipur yfir andliti á Davíð, eins og gárur á yfirborðinu á djúpri, lygnri tjörn. Síðan brosti hann. Þarna ertu. Hvað meinarðu? Spurði Kría. Síðan varð henni litið niður á hönd sína. Hún lyfti henni í forundran. Húðin á handarbakinu var rennislétt. Allar hrukkurnar og blettirnir voru horfin. Kría lyfti hinni hendinni og starði. Þetta voru ekki hendurnar á henni.
Hún var gömul kona. Húðin hafði verið orðin næfurþunn og alsett lifrarblettum. Hendurnar sem hún hélt uppi núna voru ungar, en það var eitthvað kunnulegt við kjúkurnar, granna fingurna og sveigjuna á naglaböndunum. Hún hafði séð þessar hendur áður. Það var bara svo langt síðan. Hún kreppti hnefann. Gamalkunnur liðverkurinn í kjúkunum, þessi sem hún var orðin svo vön að hún var næstu hætt að taka eftir, var horfin. Kría lyfti höndunum með andlitinu og strauk fingurunum yfir húðina. Hún var stinn og rennislétt. Kría greip í hárlokk. Snjóhvítt hárið var aftur orðið ljósrautt eins og það hefði verið þegar hún var yngri. Hvað hefur gerst? Spurði hún titrandi röddu. En Davíð yppti bara öxlum. Komdu, sagði hann. Síðan gekk hann af stað. Kría stóð og horfði á hún ganga í burtu. Hún leit aftur í kringum sig. Hún var umkring trjám. Það var hvergi að sjá nein ummerki að skömmu áður hefði hlið yfir í annan heim staðið opið þarna, hlið sem þau höfðu stigið í gegnum. Kría vissi svo sem ekki hver ummerkin ættu að vera. Gárur í loftinu, hitamunur, silfruð þoka, en henni fannst eins og það ætti að vera eitthvað sem gæfi til kynna að hún hefði ekki bara ímyndað sér þetta allt saman. Hún hlustaði af ákafa. Skógurinn var hljóður fyrir utan óræðan fuglasöng í fjarska. Andartak flaug henni í hug að hlaupa í gagnstæða átt burt frá Davíð, en hún hafði ekki hugmynd hvar hún var eða hvað geti mögulega beðið hennar í skóginum. Þannig að hún gekk af stað á eftir Davíð sem var í þann mynd að hverfa á milli tveggja trjáa. Hún þurfti að hlaupa við fót til að ná honum. Liðverkirnir í hnjánum voru horfnir líka. Hvert erum við að fara? Spurði hún móð. Hann svaraði ekki. Hvar er amma mín? Ekkert svar. Er hún hér? Er hún lifandi? Hún greip upphandlegginn á honum og neytti hann til að nema staðar. Er hún hér? Davíð? Hann virti hana fyrir sér. Augnaráðið var fjarrænt, næstum kuldalegt, eins og Kría skipti hann ekki nokkru einasta máli. Eins og hún væri hlutur sem hefði vakið forvitni hans stund, sem nú var löngu liðin. Hann var farin að hugsa eitthvað allt annað. Kría horfði á hann, á hvíta slétta húðina, fallegu varirnar og svört augun. Og hún velti fyrir sér hvernig hún hefði eiginlega farið að því að telja sér trú að hann væri mannlegur. Ég ætla að segja þetta gott í bili hér.